Óskar, þetta svona svart og hvítt þessi leikur fyrirháleik með við seinni, en svona að kannski lokakaflanum þetta já, þetta að tala þetta sem töpuðu stig eða hefði þetta verið stólið 1 stig að missa þetta svona í lokin? Ég held að ef við munum leikinn þá það sem verið sanngjarnt líka sko, úr því sem kom með þar. Ég meina við vorum með svona yfirhöndina lengst af í seinni hálfleik, en kannski ekki nægilega afgerandi til þess að ljúka leiknum. Við fáum svo sem alveg aðra grúa tækifærin til að ljúka leiknum, þú veist. Þannig ef maður klárar ekki öll þessi dauðafæri, þá ekkert að segja við því að missa leik sko. En svona til að byrja með í leiknum, þetta virtist vera það sem við vorum að búast við, 1-1 mark og svona frekar jafn leikur og svo einhvern veginn dettur boltinn úr sig hjá ykkur og þið missaðir þó nokkuð langt frá. Já, mitt lið var ekki tilbúið að hlaupa, við vissum það að Selfoss liðið hleypur leikjanum bara upp í svona hraða og vilja svona sjá hvort það eigi eitthvað kort út úr því. Mitt lið var ekki tilbúið greinlega í það og þar að leiðandi mistum við svona fram úr okkur, náðu reyndar síðan smá landi þarna undir lok fyrri hálfleiks. Náðu aðeins að stoppa það, en því miður svona heildarsvipurinn á leiknum fannst mér vera bara of slæmur af okkar hálfu til þess að kannski að fá eitthvað út úr þessu fyrir bysna. En eins og í fyrirhálfleiknum þetta farið úr að vera 6-7 mörkum undir í að vera eitthvað 2 frá í hálfleik, hvað skiptist það á? Hvað breytist á þessum kafla? Já, ég meina við erum að tapa, sko, við erum að fá okkur 6 hraðaklöp á þessum kafla sem við erum að missa. 6 bara í baki þar sem við hlaupum ekki eftir. Það segir manni það að liðið ekki alveg innstilt í svona leik. Náum kannski aðeins að stoppa það og erum að skora líka í sókninni. En á móti Selfossi þarf maður einfaldlega að gera 10 sinnum betur en þetta og spila góðan varnarleik. Ná ekki með góðan möguleik. Svo í byrjun seinni hálfleik sáum við kannski meira sem vorum að búast við og þið náðu að jafna þetta strax bara eftir 1,5, fyrstu 2 mörkin og svo fáðu 2 í bakið, en þetta var svona kannski meira leikur sem við vorum að búast við, svona jafnari leikur og meiri baráttu. Já, en samt sem maður, mér fannst heildarsvipurinn á mínu liði bara of slappur, veist, það var bara málið hér upp á staðið. Við þurfum bara að gera einfallega betur, gera okkur betur inn í svona leik. Og ég held að það sé bara að við verið dýpt í þessu leik, að við erum ekki klárað þetta. Það var 2 svona kannski dýratvik fyrir ykkur, þannig að þegar 4-5 mínútur eftir fáið þið á ykkur víti þegar Selfoss verið í hraðahlaup og svona það var hægt að tala um að þetta væri umdeilanlegt hvort það hefði átt að verið víti, manni fannst þess að hann hefði fengið færi til þess að skjóta. Það tala um í lokin? Já, hérna þegar að Selfoss væri víti, þið fáið dæmt á ykkur víti þegar 4-5 mínútur eftir. Já, ég var ekki að fatta þessa línu hjá þessum dómurum því miður. Ég veit ekki hvað mörg víti við fengum fyrir svona svokallaða línu á dómurum. En síðan voru ítingar í okkur í dauðafærum sem við fengum ekkert út á, þannig að þetta var bara krossgáta fyrir mig, sko, hvað menn voru eiginlega að fara, sko. En svo hérna í lokin, þegar eru 15-16 sekundur eftir, þá fáið þið víti hérna þegar að brótið að Birki í hóttunni. Og þetta var klárt brot. Já, en þessi markværsla, þetta var ansi dýrkeypt sem þið hefðu, ég staði ykkur vel á vítapunktinum upp að þessum tíma út í leiknum. Já, þetta svolítið samt verið ágalli hjá okkur að geta ekki klára víti þegar skiptir í viljum á. Ég held að leikmenn þurfi bara, vera bara kaldar í hausnum um þetta. En svo Guðrún fór meidd af velli, hvernig er staðan henni? Eitthvað sem við veitum? Ég syndist þetta að vera axlaliður, þannig að það er langt í það, sko. En hún var bara sendt beint upp á spítala? Já. Takk.